Komið sælir kæra áhorfendur, við erum hérna á Íslandsmótinu í skák á Blönduósi og ætlum að fara yfir viðureignir dagsins. Ætlum að byrja á skák Vignis Vatnar Stefánssonar, stigasta skákmanni Íslands. Það sem hann er með svart gegn Bárði Erni Birkisinni. Ingvar, þeir eru góði félagar, Vignir og Bárður, og telt marga skáki saman í gegnum tíðina. Og Vignis sagði mér fyrir skákina að hann, væri með gott skor móti Bárði. Já, fyrirfram hefði nú tippað á að þetta væri fín pörun fyrir Vigni og svo gengið vel á móti Bárði. Af því sögðu þá er Bárður virkilega traustur skákmaður, kannski tapar ekki mikið af skákum og er rétt að vinna hann þegar hann hefur hvítt. Já, það er rétt. Og þeir voru báðir með 3 vinninga fyrir umferðina og það var alveg ljóst að þessi skák myndi svolítið svona, ráðúrslit framhaldið. Ég veit að Vigni vildi tefla til vinnings í þessari skák og hann búinn að tala fyrir skákina að Bárður, hann leikur alltaf E4 en teflar það samt svona á sinn hátt. Hann er ekki mjög hvass beinlínis, hann teflar svona stöðulega og Vigni vildi svona reyna að fá upp ákveðin færi. Við erum í stöðun eftir 21. leik hvíts biskupdröpu D4 og Vigni með svart á leik hérna og hann á eiginlega tvo valkosti hér. Það er annað hvort að taka peða á E4 eða gera eitthvað annað eins og hann gerði. Já, þetta er svona eftir svona mikla stöðubaráttu þar sem að svona, kannski lítið að gerast, svona kannski örlítið betra að tapla Vigni á þess að fá eitthvað færi. En hérna er kannski svona stað þar sem það þarf að taka eitthvað ákvörðun og eins og þú segir, það kemur til greina að taka á E4. Hvað geti gerst ef hann gerir það? Já, við skulum segja að svartur fari í skiptin á E4. Drepi hérna, segjum að Vigni drepi hérna á E4. Það verður hérna allsherjar uppskiptamönnum. Já, þetta virkar nokkuð þvingað. Segja hér og hér. Hér liggur beinast við fyrir hvítan að drepa peða á D6 og maður getur séð fyrir sér jafnt hróksandafl. En það er kannski ekki alveg svo einfalt því að svartur á aðra kosti í stöðunni. Já, sama, ef hann drepar, er ekki svartur svolítið að koma inn á? Og hér er alveg kannski svartur tempói yfir, sko. Hann er fljótur að, hann hótar peðan á A2, hann hótar hókur E2 og ég held að hvítur megi passa sig í þessar stöðu. Ég held að þetta er mjög vanlegt fyrir svartan. Já, en hann á hvítur alveg betra möguleika hér, ekki sant? Já, hann liggur kannski ekki á því að drepa peða á D6. Hann getur stungið inn hérna F5 og hótar þá kannski F6 skák og drottning H6 í kjölfarið og vinnur þá líklega peðundir betri í kringumstæðum í kjölfarið. Þannig að þetta hefði haldið jafnvægisstöðuna að ég held. Já, þannig að viltu giska á að Vignir hafi séð þetta og kannski ekki séð svona nægilega færi fyrir sig. Já, það var það sem ég held að Vignir vildi halda svona möguleikum opnum. Þess vegna leika leiknum sem hann leik sem að er kannski vafasamur sumu leyti vegna þess að hann er svolítið glannarlega kannski. Hann er glannarlega. Hann leikur H5. Ok, hugmyndin er góð, það er H4, hótarittarnum og peðið veikt. Já, vinnaði fyrir peðið svona til betri kringumstæðum. Já, en Bárður tók á móti bara krafti og leik þetta finnur 5. Tók bara slægin. Já, og opnar þá kongstöðu svarts og Vignir náttúrulega svaraði með H4 eins og planið var. Hér er náttúrulega mjög veikt fyrir hvítarna að þurfa að höra með rittarn, tapa peðinu undir slæmu kringumstæðum. En Bárður teldi miklu krafti og drap hérna á Gunnar 6 og þetta var sem er mjög athyglisverð stað vegna þess að hvítur er að leggja allt undir hér og eftir hádrepi G3 þá er hvítur orðinn mann undir með 14 mínútur eftir svartur eftir hádrepi G3. Já. Og hérna eyðir bara einhverju tíma ekki teipur F6 og á 3 mínútur eftir. Á 3 mínútur eftir hér og hér drap Vigni tilbaka með biskup, það er eini góðu valkostur í stöðunni og bauð jafntefli leið og ég var staddur bara við borðið meðan á þessu stóð og Bárður nýtti allan tíma sem hann átti eftir til þess að íhuga jafnteflisboðið og endaði að taka jafnteflinu. Hvítur á ýmsa valkosti í þessari stöðu og sterkasti leikurinn er væntanlega drottning Hannes 6. Já, ég held að þetta hafi verið hérna af því að Vignir tók svona pókersamlingu í gær að það hafi svona verið að Hilmir hafi fóldað á mótanum. Já. Hérna er þetta svolítið að sama að Vignir er svolítið að blöffa, hann leikur biskup F6 og býður jafntefli. Já, einmitt. Og ástæðan er svo að hann hélt reynilega að hann væri bara að tapa. Já, hann hélt að hann væri bara með virkilega slæmastuðu og það sem hann var búinn að hugsa eftir drottning H6 var
og drottning E7 í þessari stöðu. Hóten Hvítur er þetta að leika drottning H7 og móta bara einfaldlega F7. Það er svartur þarf að valda F7, einleitið þess væri drottning E7 sem er svona það fyrsta sem að Vigni datt í hug. En þá tapar svartur drottning H7 skák, kongur F8 og hrúkur D6 og þá má svartur ekki drepa tilbaka út af drottning. Drottningi þurfti að valda móti, þannig að Hvítur hefur vinnis. Bara hrinur. Já, hann hefur vinnisfæri hér. En það kom þó í ljós eftir skákina, við ræddum þetta aðeins eftir skákina og það kom í ljós að svartur á hrókur C7 sem er mun betri varnarleikur, valdar F7 peðið ekki frá hlið. Og hérna kemur kannski skýringin á því að af hverju Bárður tekur í jafnteflinu, hann á lítið að tíma. Já, ég ræddi þessu Bárður eftir skákina og hann sagði sko, hann var ekki búinn að sjá bestalega Hvíts í þessari stöðu. Nei, sem er ekkert augljós. Nei, lykilatriði hér er að biskupinn er tiltölulega óvirkur. Hvítur með markamenn, eða þess að hann með drottningar hók í sókninni en hann getur leikið vantar meira púður. Já, hann vantar biskupinn í sóknina, hann gæti leikið B4 og hóta biskup B3. B4 frábærleikur. Já, og þetta hefði sett svona leiðilega press á Vigni. Já, að tjóma hrókurinn og síðan getur ekki dreipið biskupinn þar sem hann þarf að valda mótið að hósu, öðsist F7. Það er rétt, hrókurinn má ekki fara neitt, það kemur drottning H7. Lék hrókur síðan til að valda mótið. Já. Þannig að biskupinn er friðhelgur og vill fara B3. Og hérna er vist eini leikur fyrir sagt á D5 svona til að sportna við þessari biskupu á skálinu sem fer samt á B3, það er bestu leikurinn áfram. Já, biskup B3. Svolítið skemmtileg lína. Og hér er staðan erfið og ég held að bestu leikurinn sé hrókur út á B4. Það er rétt. Þótt að Hvítur getur refsa honum en þetta er samt að skásta þessu svartingur gert. Tölvund að staðfesta þetta er besta lagi svarts og hér á Hvítur drottning H7 skák. Kongur F8 og núna svona skemmtileg leppuna þeim á dílunni með G7 skák. Biskup dröfn G7 og drottning F4. Já, nýtið leppuna, Hvítur og skipta með niður og ættastæðan til vinnings. Já, ég myndi halda það með bestu talum sko, en þetta er náttúrulega... Já, svartur náttúrulega dreipur ekki hérna, það er ekki með hrútur F7 kjölfur, hann þurfti að verjast hér, drottningun eitthvað út og vonaði besta en Hvítur stendur mjög betur. Já, og þeir staðfesta báðir eftir skákina að hvoruð þeirra hafði séð þetta og Vigni skynja, hann væri með verðartafl, Bárður fann ekki krítísku leiðina og þess vegna tók að jafnteflisboðinu mjög tæpur á tíma, þannig að sterkt jafnteflisboð hjá Vigni. Já, nýtti það. Þetta er svolítið kunst að bjóða jafntefli þegar anstæðingarnar lítið að tíma og nýta það svolítið og ég veit að stórmeistari Þórólfsson hefur verið þekktur fyrir að taka svona vel tímasett jafnteflisboð menn það er jafnvel skýrta eftir frestið þetta svona þrestar jafnteflisboð. Þannig að Vigni tók eitt svoleiðis. Þetta er svona ákveð gæðmerki að skynja hvernig á bjóða jafntefli á réttum tíma. Skynja svolítið sálfræðina, þetta er mikilvægt. Þannig að svona heilt yfir góð úrslit fyrir Vigni í jafntefli með svörtu þó að sé að tefla við stigalega skáknum. Já. Þannig að já, Vigni er hann í toppárðinu eftir þessa skák. Já, þeir voru báðir með fullt hús, 3-3, eins og Alexander Dómaldsson Jónasson sem hafði svart gegn Hannesi Hlífari. Já. En kannski áður að við kíkjum á það skák, þá tókstu smá spjall við ritstjóra tímaritsins skák sem kíkti hérna í heimsókn, Gauti Pál Jónsson. Já, Gauti, hvernig líst þér á þetta? Mér líst bara mjög vel á þetta. Glæsilegar aðstæður hérna í þessu skemmtilega húsi, Krúttinu. Og ég staldra aðeins við í skákinni hjá Alexander Dómaldsson. Já. Sá að hann með kónginn á Daniel 7. Já, ég sá mitt. Þetta var frönsk vörn og hvernig metur þú stöðuna? Ég met stöðuna þannig að Alexander sé algjörlega inn í spilinu og þetta hefur verið bara, já, svo kvöldu fornleifafræði í byrjun. Eins og Helgi kallaði stundum þegar ég var að leika mér að einhvern skrýtnum afbrigðum. Leikur hann að biskup A5 í frakkanum. Staðan fyrir að drepa á C3. Vinna verið afbrigðinu og ég hef gaman að því ef að núna er þið klift á mig og komið svona innskot frá Ingvari þar sem hann kannski segir frá þessu afbrigði. Ok, við höldum áfram. Hverju áttu svona von á í mótinu, einhver svona líklegur sigurvegari að þínu mati? Mér langar svolítið núna að halda með Hannesi aðalega því hann hefur byrjað vel og hann er svona búinn að sýna styrk sinn og hann er rosalega sterkur skákmaður. Hefur svona ekki alveg gengið stundum nógu vel undanfarið en hann er samt ennþá einn af okkar bestu mönnum. Segðu mér aðeins svona rétt í lokin, Gauti, nú ert þú ritstjóri tímaritsins skákar. Já. Kannski segja okkur aðeins svona frá þeim störfum sem þú er unnið þar. Já, við byrjuðum aftur með þetta 2022
og ég var beðinn að taka þetta að mér og ég nota svona mitt prinsip að segja alltaf já og síðan fara að pæla í hlutunum og það svona gengur mismunandi en þetta gekk allavega vel og blöðin eru orðin ansi vegleg og þau eru orðin 6? Það ekki? Ég held það, 7. á leiðinni í haust og nýjasta blaðið það var svona til heiðurs Friðriki þá var hann meira að segja ennþá á lífi og gat nú lesið blaðið, það var svona greinar sem fjölluðu svolítið hann en í haust verður blaðið svona í tilefni af afmælinu, 100 ára afmæli SÍ og hann mitt sko og það geta menn votta fyrir þetta að Friðrik hafði einmitt mikinn áhuga á því að sagt yrði frá sögu SÍ í tímaritum en skemmtilegu fróðleiksmóli hérna í lokin pabbi Friðriks var einu sinni forseti Skáksambandsins við skulum fá þetta samt staðfest árinni Takk fyrir þetta Gauti og gaman að sjá þig á Skákstað Já, Gauti var að tala að Alexander væri í einhvers konar svona fornleifafræðum í frönskuverðinni hérna Já, mér kann nú eitthvað í frönskuverðinni og hann var að vísa til mér þannig þú fær nú ekkert sérstakt myndband Gauti en við getum svona kíkt á þetta saman Þetta er þess staðan sem að ég hef nú komið upp í mörg þúsund skipti. Ég fengi þetta upp í mörg þúsund hraðskákum og ótal kappskákum. Já, þú þekkir þetta. Hérna drepa flestir á C3 sem er langalgengast. Biskupur C3, Pétur C3 og svo er ýmsar leiðir fyrir svart. Já, riddari 1-7, jafnvel drottning A5. Já, drottning A5, drottning C7. Já, ýmsar möguleikar. Ýmsar möguleikar. Það sem að Alexander gerir og Hannes sagði í viðtali sem við skoðum hérna á eftir að hefði komið sér óvart. Hann leik hérna biskup A5 og já, hérna er við svona nálgast eins og sjá nokkra leiki hérna biskup D2 riddari C6 riddari B5 og riddari D4 þeir eru að kaupa D4 og setja upp D4 og stoppum að sér ég hitti Hannes eftir skákina, Hannes vann þessa skák og sjáum hvað hann hafði að segja Við erum hérna með Hannes Hlífar fyrstur og eini með 4-4 fullt hús Getur þú sagt okkur aðeins á skákinu sem var að klárast? Já, hann teldi mér sjálfgeft afbrigði í franskri biskup A5 og ég var ekki með neitt á hreinu þannig að ég teldi bara heldur frekar öruggt sko. Ég held að hann hafi víxlað leikinn. Í byrjunni? Ég held að hann á ekki að drepa fyrsta D2 lík, ekki að leiða hann að skáka B5. Það er svona tilfinningin segir mér að því þessi staða er bara þægilega betra eftir kóngudrykku D7. Fest betri kóng og svo festu svona sóknarstöðu og varst eiginlega komin í Mátso og nú ertu komið með 3 skákir röð þar sem þú eiginlega tefla mjög hvasst og svona sækja. Er þetta meðvitað að hafa skákina bara einhvern veginn þróað svona? Bara þróað svona. Þetta er ekkert svona einhver meðvitað taktík hjá þér? Nei. Gangið vel. Já, rétt sem Hannes segir að biskup D2 er kannski gamli leikurinn í þessu stöðu. Þetta voru manni tefla áðurfræðin. Þetta var svona að virka líka eðlilega eins og Hannes fannst skrítið að kóngurinn enda á D7. Einmitt, biskup D2, drottning D2 og hvítur með aðeins betra tafl en kannski ekkert merkilegt. Nei, svart var svona alveg, ágætis stöðu. En það sem gerðist var að hann tók á D4 fyrst og Hannes hélt mögulega að þetta væri einhvers konar leikjavíxl. Biskup B4 skák og annarkvort þarf svartur að hreyfa kónginn eða bera fyrir. Já. Það getur ekki tekið með drottningu á D7 þegar drottningin þarf að valda biskupina A5. Einmitt. Þannig að svartur þarf að leika kóngur upp D7. Já. Hannes fannst þetta örlítið skrítið. Skiljanlega riddari F3, vinnur peðið tilbaka. Já, eftir þessu uppskipti hér, hvítur fara að hróka, hvíti kóngurinn er öruggur og einu munurinn á stöðunum er rauninni sá að svarti kóngurinn er á D7. Tölvurnar staðfesta að staðan er kannski í jafnvægi en hún krefst samt sko mjög nákvæmna taflmennsku af hendi svarts. Já. Svartur þarf að finna mjög nákvæmna leiki til þess að kóngurinn lendi ekki að vandræðum. Og það er kannski það sem skilur á milli hérna að Hannes fær að leika bara mjög eðlilegum leikjum. Hann leikur hérna C4 til að opna taflið, fylgir eftir hérna með 5-4 og tilbúin að leika F5 og ef Alexander hefði fundið nákvæmna leiki í kjölfarið þá hann kannski haldið jafnvæginu en staðan er bara einfaldlega mjög viðkvæm, svarta staðan. Viðkvæm erfiðar að tefla svartan, það fyrir meiri tími að verja hana meðan einhvern veginn hvítur er bara að leika svona eðlilegum leiki og hann er að bróta stöðuna með peðunum og hrókum með spilið og það er erfiðar fyrir svartan að finna leiki og við sáum það svolítið í framhaldinu. Hér koma kannski afdrifarík mistök, hann leikir hérna hróku D7 líklega hefur verið betra að tryggja öryggi kóngsins í þessari stöðu. Kóngur F8 eða jafnvel G6 hrættu F5, hann þarf að koma kóngnum
í skjól. Einmitt. Og það eiginlega svona kostaði skákina. Hrókur D7 var slakur. Hann leikur Hrókur D7 og Hannes opna tablið, 5-5. Auðvitað eðlilegt að gera það sem hvítur með öðrum kóng og svarti kóngurinn Eskjaldur. Og eftir að staðan opnast þá fær Hannes bara einfaldlega, já, kemur auðvitað fyrir drottningarskiptin, heldur drottningarinn minni. Já, nú fer hann bara F-línuna og þetta er orðið krítískt, hann hótt að máti í einum. Já. Svarta þarf að búið til reit, Hrókur E7. Já, hér kannski kemur einu augnablikið þar sem við getum kannski gagnrýnt Hannes smávegis. Já. Hann teflir vel, hann teflir vandað, en kannski hans eini gallinn sem skákmaður er vantar stundum svona smá svona klínist element í að klára skákinnar á sem bestan máta. Svona taktíkina. Já. Þetta er kannski bara við svona hinn síðar ár, við viljum ekki hérna. Já, algjörlega. Hann leikur hérna drottning F8 og framhaldið var kóngur D7, Hrókur C7 skák, smá taktík, vinnur hrókinn og vinnur síðan peði í kjölfarið. Fær mjög vanlegt hróksenda. Já, algjörlega. En við getum bakkað og séð hvað hann mistað. Hann átti hérna möguleika að leika Hrókur C7 og tölvurnar staðfestaði þetta og við svona rákum augun í þetta meðan vorum að fylgjast með. Hrókur drepur C7 og hvað gerist þá? Drottning finnur 8, kóngur frá D7, Hrókur kemur upp á F7 ekki satt og drottning D6 skák og svo drepum við á C7 og þetta er bara mát í næsta leik á A7. Og já, þetta hefði sparað Hannesi kannski Já. klukkutíma, 1,5. Já, það er svo sem leindarnir í vandræðum og alltaf unnið þannig hann kláraði þetta fagmannlega en svona bauð kannski upp á 1-2 mistök til viðbótar hefði getað kostað kannski hálfan punkt sem var algjör óþarfi. Já, einmitt. Eftir góða skák. Þannig að svona, já, Hannes er að tefla frábærlega og er í góðum gír en ef það er að benda á eitthvað þá er þetta... Já. En hann kláraði þetta hróksendatöp, þurfum kannski ekki að skoða það nánar, það var svona bara tæknilegu sigur. Já. En svona, já, mest að vinna var unnið þarna í því sem skoðum. Hann er peðið yfir hérna og ja, hann er að klára þetta mjög fagmannlega. Já, og kannski mikilvægast leikurinn er að koma hérna, Hrókur C7, skorða svarta kóngi sem komst aldrei í spilið og hérna... Já. Og svo bara hreinsar hann til hann á kóngsagnum, byrti frípeð og það þarf ekki að spyrja leikslökum. Hrókinn fyrir aftan peð, góð regla og... Hérna gafst Alexander Öldsukur þar sem að peðið og peðinn verða hreinlega ekki stöðuð, sérstaklega með kónginn hann. Já. Einhvers staðar, á Húsavík, við erum tefla á Blönduósi. Hann er sér í góðum gír, hann er með fullt úr eftir þessu skák og til alls líklegur, ég held það. Við ætlum að skoða einu skáku viðbót, eða svona, augnablikur einu skák og það er hérna Ívan Sókolov með hvít gegn Guðmundi Kjartansinni og í gær þá gerði Ívan jafntefli við Braga Þorfinnsson, var mjög svekktur með það. Já, hann var það. Og með hvítamaldur Braga, hann hefði viljað vinna skákina, veit það? Já, hann bara fekk aldrei nægilega sénsleikunni, hann bara vantaði slagkraft og hér er meittarstaða, það sem að Ívan hefur kannski ekkert orðið alltaf mikið ágengt. Þetta er svona jöfn staða. Já. Og ég held að hann hafi verið varið það, hann þarf eiginlega að fara að gera eitthvað sem þetta biskup B2 A4 hérna. Að þá ákveður að láta slag standa og reyndu að opna stöðuna, leik hérna D5. Já, þeir sem að muna eftir sko Kasparov á hans hátindi svona upp á 1980. Ég ætla ekki að segja hátindi en svona upp að hans ferils. Hann var að tefla svona stöður úr Petrósinabriðinu í drottningarindiskup með biskup á D3. Já, biskup hér. Já. Og svartur kannski með biskup hér, ekki? Já. Og þá var hann mikið að leika sko D5, fórna peði, drepið jafnvel E5. Og svo fá sterkar biskup í sóknuna. Já, og með 2 sterkar biskupa, drottning og riddari í sókninni og hrókinn tilbúinn. Þá var hann að vinna mjög marga glæðslaskákir. Þetta er svipuð staða en þetta vantar eitt léttan mann fyrir hvítan sem dregur kannski aðeins úr sóknarkrafti. Hann leikur D5. Guðmund tók slaginn, tekur E4, drottning finnir 4 og hérna fann annar peð. Svartur tveim peð miðir og drottning G4, hóta mátunni hérna. Og hér, kemur svona krítískt augnablik. Þeir hafa báðir svona nóga tíma, hálftíma. Hérna leikur Guðmund hvað, riddari C3. Hann leikur riddari C3 sem er svona skemmtileg taktík. Hann sem sagt rífur línuna þarna. Já, loka línunni fyrir biskupinn, býður drottningarskytti. Það er auðvitað hvítum ekki haga að drepa svört drottningana, hann er 2 peðmundir, hann þarf að halda sókninni gangandi. Sókolov leikur hérna drottning hans 3, hótar auðvitað riddaranum og heldur pressu á þessu riddara hér. Ég hélt ég var að fylgjast með skákinni að Sókolov væri með
eitthvað dýpra plan hérna en Guðmundur bara bakkar með riddarann sinn og það er ekkert augljóst hvernig Hvítur á að halda áfram. Hann er 2 peðmundir, hann er með smá virkni í mönnunum en hann fer með drottningunum tilbaka á G4 og hér endurtaka keppindur leiki með riddari C3, drottning H3 og jafntefli samið. Spurningin er hins vegar í þessar stöðu hér. Ég sko, eftir drottning H3, byrjum á því. Já. Guðmundur er 2 peðmur, getur hann ekki leiki einhverju leika bara við bara hróku C8 til dæmis til að valda hennan með riddara? Já, það er góð spurning. Kæmi þá kannski riddari G5 og árás á hennar riddara? Eitthvað svona eðluleikur kæmi kannski hér, hóttamáti. Hóttamáti H7, hóttar þessum. Já, einmitt. Ok, ég get kannski leiki hér. Einhverja flækjur en ég er ekki allir bara góður fyrir svona. Ég myndi halda það sko. Og jafnvel fyrr ef við ferum kannski aðeins tilbaka, það er líka möguleik eftir drottning. Já, í þessar stöðu. Já, að loka línu biskupsins sko með leika 5-6. Loka hér. Já, það gefur enda Hvítur möguleika að leika drottning N6, skák, kongur H8 og drottning D5. En ef að svartur leikur núna til dæmis riddari D til C5, þá valdar hann hinn riddarann og heldur góðri stjórn og er búinn að stinga upp í biskupina B2. Já, stoppum hann, við erum peðið yfir. Þessi menn er að koma hérna á miðbálið. Já. Segir bara eitthvað svona leikur. Ég menna svartur er peðið yfir og... Getum leikið hér. Já. Við hóttum hér, hóttum á biskupin. Getum leikið hrókur hér. Valda allt. Já. Og svona til langfram þá er svartur með 2 peðum á einu á drottningavík. Þannig að... Já. Er spurning hvort að Guðmundur eitthvað eftir að sjá til þessu eða eitthvað? Ég held það sko. Og ég meina sigur gegn Sokolov með svörtu er alltaf gríðarlega dýrmætt af því að það er alveg augljóst þó að íslensku keppendurnir séu, ég meina Hannes er efstur með 4 vinninga og íslensku keppendurnir eru á toppnum, Sokolov er aðeins og eftir, hann mun hafa áhrif á toppárátuna í fyrrandi mótorspili. Þannig að sigur gegn honum væri mjög dýrmættur, þannig að ég held að Guðmundur hafi mistað af mjög góð tækifæri þarna til þess að... Já, koma sér í svona ákveðna, ég segi ekki áttarstöðun, ansi góða stuð. Það er búin að vinna með svörtu, fær þá hvít næst, vinnur þá skák. Já, og gæti treysta á Sokolov, takk ekki á Sokolov, takk ekki punta hinn. Akkurat. Þannig að, já, spurning hvort að Guðmundur hafi að einhverju leiti svona, ég segi ekki mist sénsinn, hann er svona minkað. Já. Gæti sé eftir þessu, en hver veit, það er enginn veit ævísuna fyrir allir, þannig að við ekki eftir á mótinu og morgun er, já, 2. dagur, það getur mikið gerst. Heldur betur. Já, ok. Já, kannski áður en lengar haldir getur kannski litið hérna á... Já, ok. Já, kannski áður en lengar haldir getur kannski litið hérna á stöðuna. Hannes Lífar er með 4, eins og við nefndum, einu með fullt hús. Vignir og Bárður hafa 3,5 eftir innbyrðis jafntefli. Já. Svo kemur fjöldi skákmann með 3 vinninga. Já. Þessi lesa þau upp, það er Alexander Dómarsson Jólasson sem tapaði á hann. Björn Þorfinnsson svona reynir að koma tilbaka. Hilmir Freyr, hann fína sigur í dag. Bragi Þorfinnsson með 3. Ívan Sitsko, Guðmundur Kjartansson og Adam Ómarsson óvænt. Hann góðan sigurbyrni í dag. Já, bara fínan sigur á sigurbyrni Björnssoni í dag. Já, þetta er náttúrulega mjög stór og breiður hópur og allt gal opið hjá þeim og verður bara mjög spennandi að sjá hvað gerist í framhaldinu. En já, 2. dagur á morgun og strax í fyrramáli þá er gríðarlega mikilvæg viðri. Það er Vignir Vatnar Stefánsson gegn Hannesi Lífar Stefánssoni og þessi skák gæti ráði miklu framhaldið. Já, margir hafa velt fyrir sig hvort þetta sé svona krítiskt augnablik fyrir framhaldið í mótinu. Ég meina þessi 2 menn kannski líklegustu menn til þess að ná titlinum og já, vinni Vignir á morgun er hann skrifað undan, vinni Hannes er Vignir töluvert langt á eftir. Það er alveg verra fyrir Vignir því að þá Hannes þá kom einn hálfa vinning á Vignir. Já, einmitt. Hannes gæti kannski komið tilbaka ef hann tapar en já, gæti verið mikilvæg skák. Já, og maður kannski nefna í þessu sambandi að þeir mætast í fyrramáli klukkan 9 sem er kannski tími sem hentar hvorum keppni, já. Þeir eru ekki miklu morgunhanar en já, kannski er eitthvað smá hérna, Hannes náði nú að leggja Vigna velli hérna, ekki alls röngu í innví á netinu. Það er rétt. Hraðskákæfi, kom mörgum óvart en Hannes bara gjörsamlega
ég má segja að hafa slátrað hann þar, þannig að við skulum ekki vanmeta Hannes. Ívar Sitsko fær hvítt á Bárður Birkisson, Guðmundur Kjartansson, Hilmir Freyr, mögulega slagur hvor ætlar að blanda sér í baráttuna. Já. Björn Þorfinnsson, Adam Ómarsson og svo eru Alexander Domansuk og Bragi Þorfinnsson. Fullt af skemmtilegum skákum og voru gaman að sjá hvernig það þróast. Tvöfaldur dagur, þannig að mikið mun gerast á morgun og við býðum bara spenntur og þið vonandi líka. Heldur betur. Takk fyrir í dag.